Já, það held ég kæru Pingju, Hálsar, það Arnar Þór og Yngvi Þór sem heils ykkur þennan föstudaginn. Já, föstudaginn Pingju Hálsar 12. maí, já. Ég sagði Hálsar, ég fór þá að hugsa að nú einhverju Hálsar hér veikari í dag heldur en aðrir sko. Það helvits lumbra í mér. Já, ætli þú sért ekki að taka pestina af mér? Jú. Ég búinn að vera í svona 3-4 vikur on and off í pestinni sko. Ég hef betur sleppt í að taka þið með í guðuna. Þetta fór. Þú veit að gaman hjá okkur í guðunni síðasta föstudag. Þetta rör í rör, það smittar. Það smittar. Ég segi það, heyri, það náttúrulega föstudagurinn 12. og það er svoköldu Eurovision vika. Já. Ég náttúrulega alveg óður Eurovision aðdáandi eins og einhverju hlustendur vita. Er þetta bestu 10 dagar lífstíns? Já, það aldrei jafn mikið hjá mér að gera og vikuna Eurovision. Nei, sko helgin undan, þá ferðu á söngvakeppni Samfés, svona hittar upp, spottaður í salnum, svo kemur Euro. Þú ert svo rugglaður. Ég fekk þetta sent. Þú settir þetta inn á Pingju chatið þarna sko. Já. Meira ruglið maður, já, en bara til að kannski að taka það fram og verja mig hér öllum ásökunum og ég var ekki stattur á fremsta bekk á Samfés. Nei, þú varst á næst fremsta bekk. Já, einmitt, já. Nei, ég let ekki sjá mig þarna og hef ekki gert frá því bara 2008 held ég. 18. Hæ? 18. Fyrir COVID, þú verður ekki farið síðan í COVID. En herðu, við erum hérna með Lavazza sjálfsögðu. Ég byrjaði að semja drápu og ég byrjaði að semja. Já. Sko, og þetta er alvöru drápa núna. Já. En hún er ekki tilbúin. Nei, ok. En hún verður klár við tækifæri. Það verður gaman. Náttúrulega Dix, drápan mín var ekki beint drápa, en hér fáum við drápu með Lavazza. Með Lavazza. Fáðu þér 1-2 bolla og ég segi það. Skerptu á skilningsvitunum. Við erum allavega vel víraðir hér, koffínir. Þetta eykur einbeitingu. Það gerir það. Já. Langt best. Og hvort sem þú býtur í baunina, malar það eða, já, tekur það í heilkjónum umhverfisvænu góðu. Já. Á Lavazza toppurinn og við hvetjum alla skrifstofu landsins líka til að kaupa hettin. Ekki spurning, eru jómfrúin líka nú fyrir að styttast auðvitað í opnun í Keflavík sko. Og þetta er í, ertu með svona drumroll? Já, það verður öll leifstöð þegar jómfrúin opnar. Já, herðu. Sko, það ætla allir sem hlusta á Pingjuna í leifstöð. Já. Þetta er líka fyrsta skipti núna, sko. Þetta er alvöru restaurant komin þarna. Það er að þjóna til borðs og loksins. Þú veist, það var alveg komin tími til. Maður hefur margoft verið í útlöndum á flugvöllum þar að láta þjóna sér til borðs. Nú er það þannig í boði Jómfrúnar í Keflavíkinni. Svo eru auðvitað sumardjassina á sínum stað í sumar. Alla laugardagi í júní, júlí og ágúst. Gerið vel við Tengdó. Það er náttúrulega bara hendi hann einu hvítursglasi og beint niður á jazzin. Það er bara menningastofnun. Það er ekkert annað. Við þökkum Jómfrúnni og Lavazza kærlega fyrir samstarfið. Herðu, það er ýmislegt búið að ganga á í þessari viku hjá okkur. Já. Kannski réttast að taka það fram að við erum að taka þetta aðeins fram í tíman. Já. Sem við erum nú ekki vanir. Nei, við erum yfirleitt bara mætti hérna 7 föstudagsmorgna sharp. 5:30 og 7 í lofti sko. Nei, sko, hérna, þannig að við eðlilega vitum ekki hvernig Eurovision fór í gær. Diljá var náttúrulega að keppa í gær þegar þú ert að hlusta, kæri hlustandi. Já, ég misti að þessu. Já, þú mistir að þessu, en sömuleiðis að þá bara nú ýmislegt að góma í vikunni, sko, hvað var þar Facebook hjá okkur. Ég vaknaði þarna á mánudagsmorgunin. Alveg rétt maður. Ég hætti að nenna ít og accept. Já, við einhverja sprengingu inn á síðu sem að við nú tala fyrir hérna í föstudagskaffinu. Verðbólgutips. Facebook svona hópur og fyrir þessa sprengingu voru held ég 30 eitthvað manns. Það var þarna sem ég áttaði mig að vægi okkar í umræðin er ekkert. Við vorum búin að marg segja frá þessu. Já, ég meina, nei, við vorum búin að tala þetta tvisvar eða eitthvað, skilur við. Agnes þarna, besta vinkun okkar, mætti strax. Já. Sem að við vorum að særa bliðuna kennt hennar síðustu viku að útskýra að tala í lamabrandarann. Já, en við sko hérna, já, eðlilega, og fólk oft feimið þegar 15 manns í grúpum að joina og svona, þú veist, þannig að 34 eftir, já, svona 1,5 umfjöllun hjá okkur, bara flott. En svo það hérna, já, bara heiðismeðlumur, ef svo má orðið komast, hann hérna, Þorbergur Haraldsson, sem er dýpinn úr Pingju maður, hann setur þetta undir eitthvað komment inn á fjármálatips, bara, myndi mæla með verðbólgutips. Já, var einhver að spá einhver sparnaðaráði? Já, einhver sparnaðaráði inn á fjármálatips og hann takkar þarna verðbólgutips. Já. Og af stað fer atburðarás sem ekki sér endan fyrir hérna. Hann á skili Júsú. En þetta sko
eins og staðan stendur núna eru 631 meðlimur. Það eru 5 pending. Ég var nú bara að accepta rétt fyrir það. Ég hættur að nenna þetta orðið sjálfbært, þannig að fólk getur að setja hvort annað þarna inn, sko. Ég er bara að fara inn á Fiverr og ég ætla að fá einhvern bara remote assistant að accepta þetta. Ég leiðu þetta fór á stað, þá hannaði ég þennan fína banner, verðbólgutips, ekki bjóða verðbólgunni heim í kaffi. Mjög flott. Úr smiðjupingjunar, þannig að þetta er vel merkt og við viljum sko gera þetta sjálfbært þannig að fólk sé ekkert endilega bara þykja sparnaðaráð, heldur að koma með ráð líka, sko. Já, sæll er að gefin að þykja. Sæll er að gefin að þykja, sagði einhver, sko. En ég vissulega að þú náttúrulega reiðst á vaðið þarna fyrir, sko, 2 vikum síðan. Jú, ég hendin. Við vorum það með þetta í þætti. Við vorum með þetta í þætti fyrir 2 vikum og ég bætti svo við á, mánudeginum, nýjum sparnaðaráðum og það hefur lotið góðar undir þetta, ég sé ekki betur. Ég líka, mér datt strax í hug núna þegar þetta er að komast á flug. Ég ætla að pósta einu góðu seinni vikunni, eða næstu viku. Ég þarf nefnilega garantíða það fyrst. Tengt börnum. Mjög gott sparnaðar á tengt börnum. Já, herðu, skemmtilegt. Við munum alveg 100% henda einhverjum þeirri. Ég er að sjá, það var að koma nýtt komment hérna. Ég er kommentur undir Pálína Dagný. Herðu, vá, takk fyrir þetta. Ég fór bara rakleiðis í það að stofna vaxtarreikning hjá Auði og færa allt út af debitkortinu þar yfir. Þannig að maður er ég ekki orðin áhrifavaldur núna? Farin að hafa áhrif. Já, rétt. Gaman að þessu. Hvetjum ykkur til að kíkja núna inn á verðbólgutips. Það þarf ekkert að vera feiminn núna. Nú er alveg nóg að liðið þarna inni, sko. Ætlar ekki að skrifa einhverja siðareglur? Ef að fólk fyrir að spyrja út í lánin og þetta dót þarna, þá er þetta bara búið. Þetta verður ekki hugsuð sem síða fyrir eitthvað svona anonymous nei, 200 afborganir og á ég að kaupa með nýjan bíl eða borga niður lánið. Þið getur farið inn á fjármálatips. Fyrir það, hér viljum við bara, gefa ráð. Bara svo einfalt svar, auðvitað kaupir þau nýjan bíl og borgar ekki niður lánið. Það er það verðbólgutrips. Algjörlega, en herðu, þetta er stór skemmtilegt og við þökkum ykkur fyrir góðar undirtektir hér. Anna, það var lyfjaval í vikunni. Já. Ég fekk sent fanlove. Ok, lát hérna. Ég ætla ekki að vera nafngreina, Dútti, 10 ára reynsla á lyfjageranum. Og hann sagði bara, nefndu töflu og ég er búinn að selja hana. Ok. Bara á síðan 10 árum, þetta er þannig knowledge. Hann er hókin af reynslu. Ég lekaði hans á hann. Ok. Þú veist hvað ég sagði? Hefurðu selt pivottöflu? Góður. Hann náttúrulega gæti ekkert sagt, sko. Það sér ekki pivottöflu. En allána, hann lét mig vita því. Eftir lyfjaval þáttinn okkar. Og þú varum að ræða álagninguna. Já. Það er í lögum. Það er hámarks álagning í öllum lyfjaverslunum. 20% af lyfjum, sem áselja lyfjum, ákveðið af engum öðrum en lyfjastofnun. Já, auðvitað. Þannig hann benti okkur það og talaði að út af því að það var mismönd álagningin hann 40% það kemur þá af væntanlega annari vörusölu. Já, þetta er náttúrulega þetta bara smásala þarna líka inn í þessu eins og við vorum að velta vöngum yfir í þættinum bara hvaðan er þetta að koma á. Bara þegar þú rúlar inn, neðapilla á Powerade þá er Powerade sennilegast það sem það er svo gott kombo, sko. Já, þú fílaði það? Ok, þá höfum við það. Ég hef búin að vera að renna þess voni með maður. Já, hann sagði mér annað á Íslandi var rekið eitt stærsta samheita lyfjafyrirtæki í Evrópu undir nafninu Medís. Það væri reikningu til að slefa yfir, þannig að við þurfum að kíkja á það. Skemmtilegt. Að því sögðu, ég elska að fá svona fanlove, beint í bóksi, þannig að endilega haldið að senda áfram að senda okkur aðhald og svona komment, þannig bætu við allt. Ekki spurning. Ég heyrði sko, varstu búin að heyra hvernig Kat tæklaði þetta? Biggi, Chelsea Dark, hann sagði mér að Leifur, hann tæklaði þetta aðeins öðruvísi. Bara alltaf þeir eitthvað að senda á hann eftir þátt, bara rennir hann yfir buxnaklöfunni og ein mynd af Willy Wonka. Það er bara svarið, allt fanlove. Já, bara búið í verksmiðunum helgina, getur verið glaðningur. Herðu, þetta er Leifsarins. Ég ætla nú ekki að vera Mér finnst ekki lagi. Ekki að staðfesta þetta, en þetta er náttúrulega ósýðisanlegt ef rétt er sagt frá hérna. Willy Wonka, maður. En herðu, sko, við hefum nú lagt í van okkar núna sem fyrr að henda í launþegavikunar í boði Júsú Burgers. Og Ingveig, þú ert með launþegavikunar, er það ekki? Rétt hjá mér. Er þetta opinber starfsmaður eða hvað eru við með? Hjá sveitafélagi. Sveitafélagi, já, er það ekki hið opinbera? Sveitafélagi og ríki? Maður veit svo sem aldrei, þetta er hérna síns mér í Garðabæ, getur vel verið að þetta sé einkaríki, sko. Já. Það er engin önnur en Helena Líf Magnúsdóttir hjá Urriðarholt skóla. Já,
Óskum henni til hamingju með nafnbótina þar. Já, hún einstaklega dugleg og góð með krökkunum alltaf tilbúin að vinna lengur og mætir öllum börnunum með umburðarlyndi og væntumþykju. Þetta er það sem við viljum sjá í skólakerfinu í dag. Væntumþykja. Þetta eru góð ummæli, góð umsögn. Ég get strax mælt með. Helena Líf Magnúsdóttir hjá Urriðaholtsskóla og inn í Júsú að eigin valið það ekki? Já, hún bara hefur samband við annarkvort með þig og eða á pingjan.is, það má ekki gleyma því líka. Mæli með að taka stóran skammt af frönsku með þessu og flegi í krakkana. Já, ekki spurning. Og svo er náttúrulega Júsú, auðvitað samstarfsaðili með okkur og ég skal segja þér það að það er burger mánaðarins hjá þeim, jalapeno bacon borgari. Já. Og ég hef ekki smakkað hann, ég fór vissulega á Júsú í vikunni, fór og fekk mér stóra Júsú, sem er bara svona smá eftirlíking af Big Mac sko, þetta er svo ruggla gott sko. Minnir á. Og svo er aðhald, talandi um aðhald, það var sendt á mig að það var ráðherra vissulega, sem var einn af þeirra fyrstu fastakúnum. Nei, á Júsú? Á Júsú. Ok. Þannig að ég ætla ekki að nafngreina það skilur. Ok, en kallaði það kona? Það var kona. Já. En ég ætla ekki að nafngreina það hér en það var vissulega einn af þeirra fyrstu fastakúnum. Ég veit hvað það er. En svo er náttúrulega nýr borgari, Júsú svartpipar, kjúklingaborgari. Geggjaður. Og sko, ég smakkaði hann daginn, geggjaður. Þú ert mikið búin að vera í Buffalónum. Nei, ég fekk mér svartpipar daginn. Já, þú fékkst þér hann. Eftir þú segðum frá þessu. Ég var alltaf mikið í kjúklingunum fyrir. Þetta eru bara geggjaði borgarar. Og við mælum klálega með Júsú, kíkið þangað, bara komnir bara í, þeir eru mörgum mathöllum. Já, það er samt í Kópavoginn, þeir hljóta fara átni í Kópavoginn. Já, það er borg og það er í Hveragerði og Pósthúsinu og Kúmen og... Heyrðu, ætli það sé strategía, opna bara í mathöllum. Jú, það er klókt. Mögulega. Öru klókt. En þökkum Júsú kærlega fyrir. Heyrðu, sko, ég verð með smá Eurovision þema í dag. Vissulega þá sendi ég beiðni á RÚV að fá sundurlega kostnaðar, bara sundurlegan kostnað frá keppninni í fyrra. Bæði sko fyrir söngvakeppnina sem var haldin hér heima og sömuleiðis fyrir ferðina út til túrin. Já, voru þau túrin í fyrra? Já, það er ekki stúrin þar. Nei. Og að því miður þá fekk ég ekkert upp krafsinu, allavega ekki fyrir upptökur á þessum þætti, en svo ég segi, við erum að taka þetta aðeins fram í tíman, þannig að það gæti farið svo að ég fái svar og ég mun þá setja það inn á Deep Into Pingjan, en ég er vissulega með einhverja svona tölfræði kringum þetta, eða tölfræði, svona, smá útreikninga fyrir bæði tekjur og kostnað núna söngvakeppni 2023, sem ég er svona sjálfur, en það er spurning hvort að, vilt að ég byrji á því eða? Já, það ekki, ég er svo lítið ég verð bara að biðast afsökunar fyrir Eurofan, þetta er ekki mín eða. Nei, en svo verð ég með smá svona betting Eurovision pælingu. En hvernig er þetta? Ég ætla að leggja frá rannsóknar spurningu, ég tek það bara á eftir. Já, en bara ef við förum yfir þetta, það er alltaf bara 20-30 manna hópur, er það ekki, sem fer út. Jú, eitthvað í kringu það. Og er þarna í hvað, 2 vikur? Er það ekki? Jú, þetta er svona held ég, jú. Alltaf sömu fréttina. 10 dagar, 2 vikur. Stóð sér alveg ótrúlega vel og heitaði alla í nefndinni. Já, einmitt. Þau þetta í Gríkland alveg elsku þarna. Já. Svo komið engin stig, ár eftir ár. Það er svona svo að sé alltaf verið að selja. Við verðum að fara út viku fyrir til að ná öllum hérna fjölmiðlunum. Já, þetta eru fjölmiðlar og svona æfingar og svona fyrir að það þarf að fínpúsa þetta. Já, ok, en sko, það er bara örstutt sem við langar að koma inn á það og þetta eru rauninni fréttir að þetta kom fram í fréttum að kostnaðurinn sé í kringum 150 milljónir samkvæmt svari Rúnars Freys frá fjölmiðlum og þessar 150 milljónir eru náttúrulega bara, þú veist, sviðsuppsetning og bara allir fjandinn í kringum þetta sem að kostar að setja þetta upp auðvitað. Svo eru Ertu núna að tala um aðalkeppnina eða hérna heima? Nei, ég er að tala um þetta heima. Já, ok, þá skiljum. Og það er, þú veist, það þarf að fá skemmtiatriði og annað. Hann talaði nú að það væri 4 milljón króna verðmiði á því að þau hafi 4 milljónum í skemmtiatriði söngvakeppnina núna í ár. Hverju mættu? Það var Friðrik Dór og svo voru Úlfarnir norsku. Úlfur? Hvað segirðu? Úlfur? Nei, Úlfana, norsku Banana, mannst getið þeim? Þeir eru norskir.
ok. Svo Raka Gísla og hérna, þú veist, allan að þetta var samtals 4 milljónir og ég þekki ekkit sundurliðina á kostnaðanum nákvæmlega. Hins vegar veit ég að þeir fá inn tekjur fyrir, þú veist, kostanir og það miðasala og allt svona og svo þetta símakostningin eða sem sagt bara atkvæðagreiðslan sem nú reyndar ekki bara eingöngu gegnum síma núna. Þau eru farin að gera þetta líka í gegnum app en sko, það var með kostning núna í ár. Ertu að tala Ylvis? Nei, það var What Does the Fox Say. Já, getur þú sett á það? Nei. Hérna, sko, þetta var í rauninni atkvæðin voru samtals á lokakvöldinu 250.934 stykki og svo var 30.000 og svo 37.000 cirka hérna, 2 undan úrslita kvöldin og ég tók þetta saman, atkvæði kostaði 169 krónur og í rauninni skiptist það niður á símafyrirtækin annars vegar og svo niður á RÚV hins vegar. RÚV fær 50% af brúttótekjum talað eftir að vaskur búið að taka upp vask og ég fór að velta því fyrir mér í fyrsta lagi hvort að sé 24% vaskur á þessu eða 11. Ég gerði ráð fyrir að væri bara 24% venjulegur vaskur. Þannig að þú ert að afvaska þetta í þessu dæmi? Já, ég að afvaska þetta og tek svo 50% af heildartekjunum. Sko, heildartekjur miðað við þetta eru 43,3 milljónir sem að fæst fyrir atkvæðin. Og RÚV þar að leiðandi að taka 21,6 eða 6-7 inn til sín fyrir þetta og þau tala að Af hverju svona dýrt að senda SMS? Ég veit ekki, þetta bara tekjuleið. Það er bara það? Já, það er bara afla tekna. Það er ekkit, þú veist, kostnaður við þetta örugglega bara einhver örfá krónur fyrir símfyrirtækin sko, að halda þessu úti sko. Já, svona alveg hugsa það. En allavega, það kemur nú ekki fram sko hvernig þau ætluðu að hérna dríja bilið sko, þú veist, þetta eru 150 miljónar krónar kostnaður en þau tala að keppnin eigi að koma út bara nánast á sléttu nulli þannig að meðan við mína útreikninga hér eru þau að þjána 21,67 miljónir á atkvæðagreiðslunni en svo spurning með hitt sko, ég á mjög erfitt með að sjá fyrir mér hvernig sko, þau eru náttúrulega með sponsora þau eru með skal ég segja með bara miðasöluna og allt það sko svona, það náttúrulega kostar sitt sko. Ég er með að sjá fyrir mér hvernig það á að slaga upp í 150 miljón krónar kostnaðin sem þau gefa einna fram en það er greinilegt að þú veist, þau eru að reka sig á núli þannig að þú veist, ég var svona alveg viðbúinn því að þú myndir fara að töði yfir sko hvað er verið að eyða kostnaði í þetta bla 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 og þú veist, það er alveg hægt að réttlæta það hvað er verið að eyða peningum skattborgara í þú veist, söngvakeppni sko. Nei, ég myndi aldrei töði yfir einhverju svona. Nei. En ég stið það heilsugar hvort sem að það þurfa að fara einhver króna úr mín vasa eða ekki en það virðist vera sem að þau sé að reka þetta þú veist að þetta sé sjálfbært að þau komi út bara á nulli. Já, þú veist, það er bara þannig eftirspurn eftir þessu hérna heima það á algjörlega, það á 100% að vera hægt sko. En þetta bara svona, ég vildi taka þetta fram þetta voru svona, það litlu upplýsingar sem ég hafði upp úr krafsinu bara í fréttamiðlum sko. En ég vissulega gekk alla leið og sendi fyrirspurn á RÚV en fékk því miður ekki í tækatíð svar ef ég þá fæ yfir höfuð fæ yfir höfuð svar. Já, þetta er örugglega skemmtilega hagfræðistúdía líka sko hversu svona hver verðteknin á verðin á sig þú sagðir hvað, 250.000 atkvæði á lokakvöldinu 251.000 og hvað var þetta, 169 kall SMS-ið? Já. Ætli þau gætu látið þetta kosta bara 299 og það væri 200.000. Já, sennilega ekki 299, ég segja bara, þú veist, alveg 200 kall. Ég veit ekki. Þú veist, á 199 þá, þú veist, þú verður að enda þetta á 9, annars ertu bara búin að dæmi á leik, sko. En, nei, ég fíla svona bara verðstýringu, þú veist, það væri lækkun hérna. Já. Þetta þú veist, ég meina, hagfræði bara heimspeki í grunninn, sko. Við munum aldrei vita hvað það hefði verið ef að þannig að nei, bara, það er áhugavert að spá þessu fyrir fólki hérna innanús þá bara vinna sína vinnu og maxima þessar tekjur eða hvernig það en í prinsipinu það áta náttúrulega ekki að vera á fjárlögum með hana það er bara það algjörlega, herðu, ég vissulega með svona aðra svona Eurovision veðmála umfjöllun já ég ætla kannski að hleypa þér að fyrst með þitt sko hvort vilt að ég taki Emojinomics eða Pivot-töfluna? Ég svo spenntur fyrir Pivot. Pivot? Já.
Það örsaga Algjör Axel Perry Örsaga Ég verð að viðurkenna, ég fjall í þessa grifju þína með pivot töfluna þegar þú settir þetta í eitthvað svona búning eins og var að tala lyf. Já, ég sagði pivot tabla, hvað? Ég ætla að segja þér frá pivot töflunni og þú segir býttu nú ég er búin að taka neyðatöfluna og ég er búin að taka íbúfen og En nei, heyrðu, pivot tablan í boði ICAI.is námskeiði gervigreind. Það sem ég gerði, ég fann frétt sögu pivot-töflunar. Ég fór hún í Open Chat GPT Summarize tók heila grein summeraði hann upp sett hann í bullet points og segði mig síðan hvað ég að taka fram í summarínu. Þannig að ég notaði gervigreindina til þess að búa til þennan bút og í raun einfaldaði vinnu þína örugglega einhverjar klukkustundir. Já, klálega. Svo rendi yfir hvort ég var að missa einhverjum nokkrum punktum en þetta var helviti flott. Þannig ég mæli með því fyrir alla sem eru hræddir að missa vinnuna á næsta árum. Farið inn á icai.is, þetta námskeið í gervigreind. Þið læri kannski að vera snjöll eins og ég í að nota gervigreindina til að vinna með ykkur í staðinn fyrir að taka og útrýma ykkur. Og það er þetta nota, þetta náttúrulega bara á alla vegu í raun orðið í dag og þú veist þetta námskeið fer yfir mjög vítt spektrum á hvernig hægt að nota þetta. Og sýnir bara af hverju nákvæmlega þetta er framtíðin. Þannig að ekki fara í MBA. Nei. Farið í þetta. Bara millistjórnendur, aðrir. Þetta er 6 mánaða námskeið, þið sjáum ekki eftir. Nei, þetta er bara sama verð á þessu sko. Þegar öll á botnin kvöld. ICAI.is og þá er það pivot tablan. Svo sem þú gleyptir. Sko, ég sá að þetta er einn mest notaði Excel featureinn. Myndið þú vera sammála eða ósammála þeirri fullyrðingu? Ég hef alveg notað hann að slatta en þú veist featureinn, já Þetta er svona að mínu mati Solver og pivot eru örugglega það sem ég hef verið að nota mest svona. Solverinn? Notar hann mikið í dag? Já Var það ekki bara í skóla eða? Nei, ég hef alveg þurft að nota Solverinn. Já Annað, ChatGPT replacear hann Það er mjög einfalt að láta og það er náttúrulega það sem þetta mun gera. Þú munt bara fara að segja gervigreindinni hvað þú ert að reyna að gera og þau skrifa formúlu. Það er málið. Þú getur beðið hana bara step by step. Þú veist, þú þarft þetta er ótrúlegt sko. Allavega. Skulum ekki Sko, til að útskýra pivot-töfluna sem ég gerir svo sem á eftir, ég ætla að reyna að vera fljótur en þetta er í rauninni tól sem hjálpa meðalgreindum greinendum að líta út eins og snillíkar sko. Þetta er svona, ég held að bankakerfið í dag það er bara Kodiak og pivot-tabla. Þetta er bara eins og gin og tónik sko. Þú bara Kodiak og svo pivotaru og þú ert góður. Sko, Lassis áhugaverður grein sem tekur okkur aftur til ársins 1985 og nú er ég með lítið quiz. Veistu hver er aðaleikandi í sögu pivot-töflunar? Pivot? Nei, okay. Ég veit ekkert hvaða nafni kemur en ef þetta er að hugsa 1985 Já, ég meina, er það Apple þá eða? Já, Teitur. Microsoft. Kaldur. Ok, byrju, Steve Jobs. Þetta er Jobsarinn. Það er Jobsarinn. Stemmi Jobsarinn. Er hann hugmyndasmiðurinn jáfnvel eða? Sko, sagan er þessi. Honum er bolað úr Apple 1985 eftir að hafa orðið undir í samkeppni við IBM á semst markanum fyrir að búa til The Office Computer, skrifstofutól. Jobsarinn var vel þrjóskur og stofnaði strax fyrirtæki til að fara í samkeppni við Apple sem átti að heita Next og hét Next. Á þeim tíma þegar hann var að setja allt sitt púður í að endurbyggja Next þá var hann með eitt observation. Við verðum að launcha Next sem átti þá að vera 1988 3 árum eftir að stofna þetta. Við verðum að launcha með einhverjum geggjum forritum sem að búa til eftirspurn eftir okkar tölvu. Þannig að hann fer svona aðeins að shoppa og leita að í kringu sig að svona fyrirtæki sem á þessum tíma voru að búa til vörur inn í þessar einkatölur eða skrifstofutölur. Hugbúnað einhvern þá. Já, og það má svo sem ekki að horfa fram hjá því að Jobs bjóð til Vesical sem var fyrsti töflureiknir í tölvum. Það er árið 1979 og kom út í Apple II tölvunni. Þannig að hann vissi hvað þetta var mikið notað, bara venjulegi töflureiknar. Og voru það svona sellur bara eins og í Excel? Í rauninni. Það er rauninni að fyrsta sem kemur inn og hann fer að leita sambærilegri vöru og kynnist fyrirtækja nafni Lotus. Lotus var á þessum tímapunkti í IBM og hann fór að reyna að taka það á fundi að reyna að búa til eitthvað exclusive fyrir Next, tölvurnar sínar. Á þeim tímapunkti er það þannig að maður að nafni Pito Salas aldrei gleyma þessu nafni Pito Salas var að grúska use cases hjá Lotus og hann var átt að sjá því af hverju er fólk að nota Lotus svona mikið. Komst að því að það voru allir að reyna að gera það sama, summera eftir mismöndi flokkum.
Það hef alltaf hægt að lýsa sér í dag og þetta svo einfalt. Súmera Sko, Excel, þú sér fyrir það töflunar. Gögnin voru alltaf bara, skilur í línunum. Já. Svo þurfti þú að vera að para það saman manuáli til að reikna fyrir hverja töflu. Já. Það var use case sem hann sá að... Það voru ekki svona föll. Nei, það voru ekki föll í rauninni. Og þá var þetta, þú veist, einhver var að reyna að greina sölu og hjólum í mismunandi póstnúmerum eða sölutölu sölumanna eftir mismunandi borgum eða póstnúmerum. Hann ákveður að leysa þetta ferli sem var ótrúlega tímafrekt og villugjarnt, þetta var svo manuál. Og þannig verður til pivot-tablan. Hann síðan að kynna þetta á fundi og Jobsanin ræðst á hann. Þetta snillt og nær að gera exclusivity fyrir þennan fítus í Next-töluna. Þetta reyndar alveg stórmerkileg pæling, sko. Já. Hann hafði, þú veist, jöfull, hann var flottur, Jobsarinn. Þú manst líka nafnið? Pito Salas. Pito Salas, já, þú veist, hann var eðlilega flottur, en þú veist, Jobsarinn náttúrulega svona neytendavæðir þetta kannski. Já, hann að negla þetta. Sko, það sem gerist hins vegar að þetta exclusivity fyrir Lotus Impro Forrit gengur ekki alveg upp því að Next-tölvan algjört flop. En hugbúnaðurinn frá Lotus lagði grunnina eiginlega öllum þeim eiginlegum sem við þekkjum í dag. Það síðan upp úr þessu sem að Microsoft og aðrir með að segja Google lepja þetta upp. Þetta var ekkert engavarið eða neitt. Þannig að það Microsoft sem býr í rauninni til orðið pivot-tabla því að þeir kölluðu þetta Flexible View. Apple, Next. Já, Next. Og það ekki alveg nógu svona þjált. Flexible Views. Já, en þetta var segast kallað Flexible Views á Lotus sem var síðan á endanum inn í Microsoft Excel sem var svona þannig sem stalisu. Google Sheets kopjar frá þeim. Og ég reynda var ekki með hvaðan nafni pivot kemur. Nei. En þannig að núna þegar þú ert nýri bæ eitthvað að slá þig, þá getur þú sagt fólki söguna Pito Salas. Það var Pito Salas, sko, og Jobsarinn, það var hann sem gaf hann tækifæri, sko. Svona situr einn á bar, þú sér þetta fyrir þér. Alveg draugfullur einn í eymdminni. Einhverju tvítugur á næsta borði að ræða söngvakendina. Kids. Við sagðum Pito Salas sem að... Á ég að segja ykkur frá Pito Salas. Ég barasta. Herru, ICI.is, ekki láta gervigreindina eyðileggja ykkur, takk ég þátt í eyðileggja eitthvað annað með henni. Nei, myndum við segja það? Já. Nei, bara, þú veist, takk ég þátt í þessari bylgju. Því að annars það bara alla líkur á því að þú verður undir ef þú nær ekki tökum á gervigreindinni, sko. Já, gervigreindin. Það bara þannig, sko. Ekki vera hrædd. Nei, ekki vera hrædd. Ok. Herðu, sko, mér langaði að halda aðeins áfram í Euro. Já, meira af Euro. Já, meira af Euro og ég ætla ég ætla að tala ég ætla að leggja fram svona ákveðna rannsóknarspurningu fyrir fjögráðugt fólk. Skemmtilegt. Og spurningin einfaldlega svo, hægt að treysta á veðbanka í kringu Eurovision? Þannig að það eru alltaf einhverjir sem sjá sér gott í glóðarinnar og elta bara, þú veist, það atriði sem efst í veðbönkum og bara henda formú á það. Ég ætla reyndar að viðurkenna það út af því ég er svo lélur í þessu en við höfum oft haldið Eurovision partí og frúin eða farið í og það alltaf giskleikir. Ég hef alltaf farið inn á veðbanka og giska bara eftir því og verið bara mjög nálægt. Já, einmitt. Það svona yfirleitt eru þeir ansi naskir í þessu. Sérstaklega hvað varðar, þeir eru yfirleitt með svona 60% af top 15 eða eitthvað þannig, svona með tölfræðina sem ég skoði. 60% rétt af top 15? Já, það alveg, þú veist, það alveg erfitt, held ég, sko. Það ekki það? Jú, eða það hljómar bara eins og ótrúlegur árangur. Já, en eða þú veist, sko, jável, eða það, með síndi svona 60 vera eitthvað skona meðaltal. Það hefur alveg farið upp í 70 og eitthvað svona. Ég er með... En hvað það þá fyrir top 3? Lítur það að munherra? Ég var ekki með tölfræðan á því. En sko, ég er basically að taka síðustu 15 keppnir og basically frá 2007 og síðustu 15 keppnir náttúrulega 2020 var ekki með. Hvað bullið það? Ertu að sleppa palla þá eða? 97? Besta árið? Nei, þetta er 2007. Þetta er árið sem að Jóhanna Guðrún fór aftur. Nei, þetta er Molitva. Já, sem að vinnur. En Jóhanna fór fyrir okkar höndum. Nei, hún fór 2009. Já, Stebbi og Eyvi fóru hvenær? 91. Já, flott. Nei, sko, þetta eru sett gögn sem ég hef sem að eru tölfræði yfir veðbanka eins og þau stóðu sko mánuði fyrir hverja keppni. Og ef við byrjum bara á 2007, fyrsta árinu,
Þar var sem sagt Serbía, Molitva sem að vann, en því var spáð 3. Ok, það er bara X hérna. Já, ok. Og svo förum við yfir í 2008, þar vinnur Rússland og það er vissulega því er spáð rétt. Rússland endar í 1. sæti, veðbankar komnir með 1 stig hér. 2009, Noregur, alveg sko hárrétt hjá þeim þar, það var Alexander Rybak með Fairytale, en það sem vekur þó athygli þetta ár, Ísland náttúrulega endar í öðru sæti þannig 2009. Ég skrifaði honum bréf. Alexander Rybak? Já. Nei. Þakkabréf. 19 ára? Já. Hvað stóð í því bréfi? Bara takk. Já, ok. Þakkabréfi, ég gerði vinnunni og sendi til Noregs. Skemmtilegt, svaraði hann eða? Nei. En hérna eins og ég segi, Ísland lendir í öðru sæti þarna. Getur þú sett á það, please? Já, við skulum setja það á eftir. En því var spáð 15. sæti samkvæmt veðbönkum þarna. Jóhannu. Já, Jóhannu. Þannig að sko, veðbankinu var way off þarna, en þó með 1. sæti rétt, sem er vel auðvitað. Þannig að það eru 2 réttar í röð og hérna 1 rangt annað 2007. Það eru 2010, það var hún, Lena með Satellite, ógleymanlega. Satellite. Nei. Ekki það? Því var spáð vissulega 1. sæti og endaði í 1. sæti. Bang, 3. árið í röð, rétt. Þá er komað 2011 og þar held ég að veðbankar hafi bara aldrei verið mikið út á túnni og þá, en það var þau spáðu aðeins einu lagi rétt á topp 5. Þetta er Azerbaijan tekur þetta? Já. Það ekki? Jú, Azerbaijan vann það ár og þau voru í 7. sæti samkvæmt veðbönkum og atriðinu sem að var spáð 1. sæti, Frakkland, endaði í 15. Og Ísland sem var spáð öðru sæti endaði í 24. Svo Bretum og Ungverjum spáð 3. og 4. en enduði 11. og 22. í þeirri röðsessat. Þarna voru Bretandi með Blue boybandið. Já. Mann sem getur Blue. Jó, ég man því. Þannig að þú veist, alveg way off þarna. Og rangt 2012, Svíþjóð, Loreen, sem er með talin sigurstranglegust núna. Þeim var spáð 1. sæti og enduði í 1. 2013, Danmörk líka rétt. Veðbankar með allt á hreinu þar. Svo kemur 2014. Austurríki, Conchita Wurst, drottningin, sem var með skeggið, mannst þetta henni? Já, það er ekki Azerbaijan, ég er rugla. Nei, en hún var 2014, Austurríki, hún vann, en þau voru ekki einu svona topp 15 listan mánuði fyrir keppni. Já. Þannig að áhugavert að sjá það. Nú, 2015, Svíþjóð vinnur þar með Heroes, það er rétt. Veðbankar spáðu þeim sigri. 2016, þá vinnur Úkraína, þeim var spáð 7. sæti. 2017, Portugal, þar var mjög jafnt á milli þeirra og Búlgaríu, en svona meðaltali var Búlgaría og Portugal nokkuð jafnt. Bet365 sem er svona stærst í þessum geira voru aðalega með Búlgaríu þarna fyrir ofan, en að lokum hafði Sobral vinningin þarna frá Portugal, en veðbankin var ekki með rétt þetta ár. Þá eru konir aðeins frekar nálægt okkar tíma núna. 2018, það var hún Netta sem vann þar með lagið Toy og veðbankar spáðu því sigri og það var vissulega rétt hjá þeim þar. 2019, Holland, það var rétt. Það er mest streymda Eurovision-lag allra tíma. Bíddu. Arcade. Já, og þar voru veðbankar ekki það. Þar voru veðbankar spot on. 2020 var náttúrulega engin keppni, svo er það 2021, þar var Ítalía sem sigraði. Þeim var spáð 5. sæti og þar, já, og það er bara rangt þar að leiðandi. Þetta spáði ég reynda frökkum sigri, endur í öðru. Það var reynda rosalegt lag hérna, ítalska. Já, þetta rock hljómsveitin hérna. Nei, var þetta ekki svona síguna pop eitthvað? Nei, það. Herru, það var 2022, keppnin í fyrra. Það var Úkraína sem vann. Jú, það heit Aldi eða eitthvað? Nei. Aldi. Nei, það heitir City Bueni eða eitthvað. Það eru 4 krakkar. Já, ég er út á túnni í þessu. En allavegna, 2022, það er Úkraína sem vinnur þar og þar höfður veðbankar rétt fyrir sig líka. Þau voru líklegust með 2,1 stuðul, sem er frekar lár stuðul svona, en það er samt ekkert í líkingu við það sem við erum að sjá núna í ár. Svíþjóð er að leiða með 1,62 í stuðul samkvæmt Bet365 og ég er bara ekki vissum að við höfum séð annað eins áður. Allavega ekki síðustu 15 keppnum. Þannig að þetta er garantí. Ég held að þetta hafi náttúrulega með það að gera að hún hefur unnið áður. Svo er þetta náttúrulega bara mjög gott lag, en
það er auðvitað erfitt að líta fram hjá þessu og það verður að viðurkennast að það verður að teljast ansi líklegt að þau sem að smelli pening á hana munu ávasta skildingin á morgun. Þetta er ágjöf. Já, eiginlega sko. Ok, draugum við það saman. Veðbankar hafa verið með réttan sigurvera síðustu 9 skipti af 15. Já. Sem nokkuð gott. Þannig sko, ef við tekum mið af gögnum síðustu 15 ár, þá má alltaf að séu 60% líkur á því að þú hafir eitthvað upp úr krafsinu á hverju ári. En hvernig er það? Fórstu eitthvað á milli veðbanka? Ef þú fylgir veðbönkunum. Ertu bara arbitrasa þetta eitthvað? Þetta er rauninni bara svona meðaltal, einhvers konar. Er eitthvað hægt að arbitrasa? Ertu með það á hreinu? Það er alltaf hægt að arbitrasa í þessu, en ég er ekki með neitt tips núna. Það er reyn högnun að tækifæri. Þetta er Soldi, Mahomet. Já, Soldi. Þau voru 2019. Já, rétt. Sko, ég draði þetta saman. Já, bara til að draga þetta saman. 60% líkur. Og ég mæli með eða ekki þú veist, líkunar hafa eiginlega aldrei verið jafn góðar samkvæmt veðbönkum aftur á móti er þá minna returnu þetta og þú veist, þetta er 60% líkur samkvæmt síðustu 15 keppnum og það er akkurat áherslunin sem þú getur hlotið á því að veðja á Lorín í ár. Það er 62%, það er stuðileg reitt 62. Hvað væri hæfileg fjárhæði svona? Yfirdráttur upp á 500 og beintin á þetta? Ég veit ekki, ég held að ég sé nokkuð vissum það í minni sög að Lorín sé að fara að taka þetta. Ég samt held eiginlega með Finnum. Ég hef svo gaman að honum. Tja. Ég er rosalega gaman að honum. En allavega þetta var mín yfirferð og til að svara rannsóknarspurningunni, já, það er ástæða fyrir því að treysta veðbönkum allavega ef litið er á sigurlagið. Já. Svona með við síðustu 15 keppnir. Það er líka gaman 9 af 15. Það er samt ótrúlega gaman að fá innsýn í það hvernig veðbankarnir stilla sína stuðla. Já. Ég sá það nú að hluta til. Já. Hvernig það var gert fyrir íslensku keppnina. Það er alls konar. Þetta er alls konar vísindi. Alls konar vísindi í þessu. Já. En þetta var í boði Dokkubit og það eru engin helvitis vísindi þar. Það er bara það er reyndar fullt af vísindi þar. Svona, þú veist, sem að gera okkur kleift að geta skrifað undir afrænt. Rétt. Það er hellingsvinna á tækni og vísindi þar á bakvið til þess eins að við séum laus við pappírssnifsið að prenta þetta út, skrifa undir, skanna og faxa þetta einhvert. Og við hvetjum alla til að kíkja inn á dokkubit.is, kynna ykkur þessa þjónustu. Þetta er auðvitað nauðsyn bara í hverju fyrirtæki núna og þetta er jafnvel farið að snúast upp í það að fólk hættir að hafa viðskipti ef að ekki er í boði að skrifa undir afrænt. Því að út með samkynnsæðar sem gera þá förum við frekar þangað. Já, klárt. Það er bara ekki spurning. Pingjulandbandalagið. Við stöndum við bakið á Dokkubit og þau á bakvið okkur. Já, akkurat. Þökkum Dokkubit kærlega fyrir. En svo er ég með eina skemmtilega umfjöllun líka sem tengist vissulega gervigreind sko. Ég ætla samt að hleypa þér að með þetta emoji sem þú ert búin að vera Emojinomics. Bablum í allan dag á skrifstofunni. Já, ég nefndi þetta. Þetta er náttúrulega í bóði swapparana og við erum að fara út við landsíðanana. Þú þekkir þetta, swapparnir eru þar sko. Þeir eru að hjálpa erlendu sérfræðingunum að koma heim og öfugt og allir vinna og allt þetta dót sko. Heyrðu, Emojinomics, orðið sjálft er japanskt. Konan mín er japansk. Já. Manstu getur þessu? Nei. Þetta kom alveg out of the blue, þetta komment verði að segja. Þetta er næturvaktinni þegar Georg er eitthvað hún er búin að vera ekki kvota nættu eftir. Nei, ok. Sko, þetta hefur ekkert tilfinningar að gera. Benedikt Erlingsson. EH þýðir mynd og emoji þýðir karakter. Þannig að þetta er samansagt orðunum picture character á ensku. Emoji. Emoji, það tengja. Já, Ok, allavega, sko, fyrstu emojiin, þetta er ekkert business tengt. Þetta er aðalega bara þú veist, ég meina það er alveg verðt að koma með eitthvað svona skemmtilega staðrindir inn á milli. Þetta er bara orðið út allt. Allavega, það er enda smá business í kringum þetta. Ég kom inn á það. Sko, fyrstu emojis koma fram á sjónasviðið. Býtu, er það ekki bara MSN eða? Nei, fyrir það. Er það? Upp úr 1990 af engum öðrum. Heldur en okkar allra besta, Mayoshi Son, sem var með Softbank. Manstu, ríkast í Japan. Já. Við vorum yfirferðað mann fyrir svona ári síðan. Já. Á þeim tíma var Softbank símafyrirtækið J-Phone og þeir voru að lönsa nýjum síma sem hét Skywalker DP. Eitthvað tengt Star Wars. Og settu þar inn 160 svart-hvíta karaktera sem eru fyrstu emojis til að líta bara dagsins ljós í heiminum. Talaðu ekki þetta í... Hann reyndi að semja við Steve Jobs að fá
að hérna væri með hugmyndað fyrir snjallsíma og þá var Steve Jobs að hanna iPhone-in. Já, og svo endaði á því að hann fekk engaleyfi að selja iPhone-in í Japan og varð multi. Hvernig voru emoji-ar notaðir 1900, eða þú veist á þessum tíma? Sko, hann var bara sniður, hann sá það bara fyrir, heyrðu, getur við ekki notað þetta í staðinn fyrir að skrifa í þessa blessuðu síma, nota bara broskall eða eitthvað. Hins vegar, síminn floppaði og emojis fóru ekkert á flug, fólk var bara, hvaða rugl þetta? Hver á ég að fara að senda einhverja kalla hérna, bara gleymið þessu. Sko, það ekki fyrir 1999 sem að Shigekarta Kurja býr til 176 emojis í lit. Þetta hérna líka í Japan. Eftir þetta fór eitthvað að gerast. Þetta fór og smitast út alla Asíu. Meðal annars talaði hérna mesta pick-upi var í Kína, þar sem voru 300 mismunandi máliskur. Þar sem að allt í einu var fólk frá sama landi sem skildi ekki hvort annað farið að tala saman með emojis. Það fallegt, þetta svona sameiningarták. Sameiningartják. Það í rauninni ekki fyrir að vestræni heimurinn fyrir að sjá þetta 2008 þá setur Apple emojis í iOS 2.2 uppfærsluna bara fyrir Japani, þannig að það voru sko fólk að kaupa jailbreakaðar útgáfur frá Japan til að fá emojis. Af hverju var það? Var það bara... Þeir voru bara, heyrðu... Hrættir þetta myndi ekkert... Nei, þeir voru bara eitthvað, heyrðu, við þurfum að vera hérna product market fit fyrir Japan með Apple. Þetta var bara ekkert komið... Það vantar hérna emojis og þá var einhver... Árið hvað var þetta sér? 2008. MSN náttúrulega samt komið þarna, sko, en þú veist, þú ert að tala í símana. Já, ég reyna að tala símana. En þetta þetta rétt hjá þér. MSN náttúrulega, sko, hvað, ég held að maður hafi verið byrjaður þar svona 2003. Já, talaði að 99 farið á fyrsta flug en svona það sem að byrja að gera þetta mainstream þegar þetta kemur í símana samt eiginlega, ég verð að draga það tilbaka, þetta rétt hjá þér þetta bara, ég þarf að taka þessa grein sem ég las og hendi henni í ruslið. Ég veit ekki 2009 þá setur Google emojis inn í Gmail þú gast ekki senda emojis í Gmail fram til ásins 2009. Nei, þetta reyndar mögnu staðreind. Og 2011 official emojis í allt Apple-ting. Ég reyndar nota aldrei emoji í posti, sko. Það hefur samt lesið einhverja greinar það að sé effektíft, sko. Mér finnst það oft bara svo sjoppulegt. Já. Þú veist, ég veit ekki. Við erum að nota þetta mikið núna í Pongo, svona hunda-emojis þetta náttúrulega svona frekar nýstárleg markasetning í dag, að vera með svona punta bullets í emojis, sko. Akkurat það. Og ekkert allt því, sko, ég meina það fegrar póstin og allt það, en þegar ég tala bara svona þegar ég er í samskipti við fólk, skilur, þá er ég ekkert að henda einhverjum hundafilter, sko. Nei, ég mitt í svona viðskiptapóstum hana, ég reyni alltaf að setja óþægilega broskalla. Þennan það sem allir vita hvernig við erum að tala um. Sæll, þú svarar ekki síman. Og svona geðsjúklingabroskall. Passive-aggressive. Heyrðu, eitt hérna til að binda endan á þetta. Viltu giska á hvað eru mörg emojis í dag? Svoppaðu mig að spyrja. Láttu fíbli giska, sagði hann. Steppi sagði bara, hann hringdi í mig. Ég ætla að segja 1300, nei, það er mikið, það er allt mikið. Í Apple, svona. Bara emojis í heiminum. Í heiminum, já, ok. Segjum bara 1361. Það er svona tala sem að koma upp í hausinn á mér. 3664. Þetta er miklu meira. Það er The Unicode Consortium sem býr til og viðheldur alla karaktera í heiminum. Er þetta allt samrýnt? Já. Er það málið? Og gagnrýnin á þetta er að þetta er mjög japanskt bæjast emojiar. Það er að segja, ef að þið langar að búa til Arnaldur Ólafsson emojiin, hafnað. Það er ekki búin til emojis neinar opinbera persónur. Mexikóar hafa verið að biðja að fá tequila. Nei. Ég man á MSN, þá gastu búið þér til einmitt eigin emoji, sko. Og að setja inn á lyklaborðið, þannig að þú gerir tvöfalt það er stórt eða eitthvað shortcutir, sko. Maður var með alls konar, maður var komið með bara einhverja titlinga og drasli í þetta, sko. Kemur ekki óvart. Í svona 3 pörtum, ef maður ítti á svo kannski gerði maður og stafsendinga við og senda og var göndulinn, sko. En, þannig ég haldi áfram til að benda á þetta með Japana. Þú getur fundið sake sem í Japan. Ég vil taka fram að þetta var ekki minn eigin. Þetta var bara einhver svona... Þetta var Willy Wonkan og leppa eða. Svo eru rice balls, oni djöflar sem eitthvað svona... Þegar Japanir eru með svona skrúð. Googla þetta bara, oni devils. Jú, ég veit hvað er, Bullet trains sem komið fyrst fram hann í Japan. Love hotels og japansk hóruhús. En þú ert ekki með Eiffel-turnin, frelsistyttuna. Tokyo Tower er hins vegar inni. Þannig að það hefur bent á þetta svolítið Japanese biased, sem bara allt í lagi. Fyrir áhuga sama þá til samfélag sem heitir Emoji Nation, sem eru lobbyistar fyrir nýjum emojis. Þau meðal annars crowdfunduð að koma Dumpling inn fyrir 1 eða 2 árum. Hijab, sem hérna
Já, bara svona fyrir Íslam eitthvað? Já, muslima konur brokkoli og DNA. Já. Svo hérna bara ein loka spurning. Veistu hvað most popular? Notað gegnum Twitter 2021. Já, ég held ég viti það og það grátlátur kallinn. Já, loudly crying face. Já. Svo það face with tears of joy. Já. Það í öðru? Já. Svo hérna pleading face. Rolling on the floor laughing og hjartað nummer 5. Rolf Má. Já. Rolling on the floor laughing my ass off. Já. Svo annað folded hands. Þessi hérna sem að, veistu... Já, bara svona eins og þú sért að biðja. Já, þetta nefnilega, það talað þetta sé verst hannaða emoji út af því að þetta á að vera high five. Já, ég las það einhvers staðar. Já. Skemmtilegt, já. Þannig að fólk, þetta sem sagt svona bláar ermar og hendur, þetta á að vera high five. Já, skemmtilegt. En heitir folded hands. Og það talað að emoji séu notaðir af 90% af mannkinni í dag. Já, þetta sé, bara ég sér grein, þetta sé heimsins hraðast vaxandi tungumál. Skemmtilegt. Takk fyrir það. Já, bara þetta var í búið Swap. Já, þannig að þið að taka inn erlenda sérfræðinga, þið vitið ekkert hvað að segja og skiljið þau ekki. Talið bara við þau með emojis og látið Swap bara sjá rest. Já, þetta mjög Swap Agency. Já, þetta alveg brilljant lausn fyrir, bara vice versa líka. Fyrir þá sem vilja fara út eða sömuleiðis flytja heim og vera í fjarvinnu eða hvernig sem það Swap afgreiði málið á núleitni og það ekkert vesen. Það getur orðið ógeðslega mikið vesen eins og við hefur tekið fram hérna áður í þáttum hjá okkur að redda þessum. Þetta mikið af svona ferlum í kringum þetta. Swap Agency sér þetta fyrir þig. Checkið á því right now, swapagency.is. Herðu, sko, ég .com með þetta. Þetta þið getur fundið þetta þar. Ekki .is. Það reyndar áhugavert að sjá hvort það virki að gera .is, hvort það direkti. Já, það direktar inn á. Þannig að swapagency.is, flott. Frábært. Herðu, sko, ég ætla bara svona að lokum. Við erum búin að vera að tala þáttið AI. Gervigreind, sem sagt. Og mér langa bara að henda inn einu svona bara use case sem að bara hefur sýnt sig. Já. Að virka. 1 ICAI. Það byrjar 17. maí. Gervigreindin var að minna mig á það. Já. Þetta næsta miðvikudag. Já. Það voru framtíðar heilar þessa lands að fara að hittast saman og byrja á þessu námskeið. Þannig að þetta rauninni fara að vera síðustu forvið að skrá sig. Já, algjörlega. Já, þetta bara drulliður. Herðu, sko, mér langaði að segja sögu af honum Jackson Greathouse Fall sem að gerði þess að Twitter þráð til að segja sína sögu hérna með chat GPT þetta bara algjört ævintýri og hann sem sagt byrjaði á því bara að setja inn í chat GPT 4 setur inn skipun að hann eða sem sagt botinn væri hustle GPT og frumkvöld og svona byrjar að bara svona hrósa honum aðeins og svona vera dálítið góð við hann og svona lyfta honum upp og hann segir hérna hann ætla að láta hann hafa $100 og eina markmið hans væri að ávaxta þann pening eins mikið og hann gæti á sem styðstum tíma svo lengi sem það væri innan ramma lagana. Herru, það fyrsta sem að botinn leggur til það er að stofna svona svo kallað affiliate marketing síðu sem að átt að fókusa á sjálfbært og umhverfisvænt efni eða vörur eða bara svona content, þú veist, í raun þetta vörur og fyrsta sem að botinn leggur til hérna út frá því var að kaupa greengadgetguru.com fletti bara upp fann að léni var laust allavega miðað við þann ramma sem það hafði eða gaf honum hugmynd að nafninu og það kostaði $8.16 og þetta affiliate marketing síður svo við útskýrum það eins nánar þá þetta einhvers konar bara svona þetta er svona lendingarsíða hjá honum sem að vísar reffar inn á aðrar síður sem að að selja sjálfbært bara sjálfbæra vörur eins og bara eitthvað þú veist það var svona kitchen vörur eldhúsvörur úr tré sem voða sjálfbært og umhverfisvænt og fínt. Það mjög sniðugt þetta er eiginlega stærsta tekjulegin fyrir bloggara hefur verið lengi ég ætla að skrifa samanburð á mismunandi kreditkortum Svo ertu alltaf að mæla með einhverju kreditkorti ef þú ítir á linkin
og sækir þetta kreditkort þá fæ ég 8% af því commish. Og þú veist, það nú ekkert sérlega mörg dæmi þetta á Íslandi nú þegar, en ég meina Payday vissulega. Jó, Payday, við erum með farið við það. Og við getum náttúrulega sagt frá því ef þið farið inn í Depot og Pingjan, viljið stofna Payday account og farið í gegnum okkur, þá fáið þið 30% afslátt og við fáum held í 30% afslátt af okkar mánaðaráskrift í einhvern tíma á eftir. Og svo virkar það öfugt fyrir þig ef að þú hendir inn þessu á einhvern plattform, þá færð þú 30% afslátt af þínu. Svo ekki annað konsept multi-level marketing sem Herbalife og svona pyramida? Jú, en það náttúrulega ekki, þú veist. Já, þetta ekki það. Þetta ekki það. Þetta ekki þannig þáttur. Alltaf þetta. En herru, allavega kaupir lengreengadgetguru.com fyrir $8,16. Því næst laði botni til að myndi stofna logo í gegnum Dolly, sem sagt Dolly bara, sem er gerfugreind sem hannar myndir og á vegum OpenAI, sem fyrirtæki sem á ChatGPT. Akkurat. Og botinn gaf honum meira að segja bara texta til að skrifa inn í Dolly bara til að framkvæma logoð. Hann bara step by step eins og ég sagði á hann, bara gerðu þetta og þetta, skrifa þetta og jæri og á endanum var það nokkuð flott. Og þú veist, auðvitað frítt líka og fólk getur séð þetta eða flettir honum upp á Twitter, Jackson Greathouse Fall, og getur séð, þú veist, myndir af logoðun og allt svona. En allavega, svo var það heimasíðan sem að botinn, hann gaf bara mjög nákvæmur upplýsingar hvernig skildi hana. Kostnaður við hýsingu á henni kostaði $29 og það skildi hann eftir með $62,84 eftir í bankanum. Og á þessum tímabóti hendir hann síðan í loftið og þá leggur botinn til að hann myndi eyða $40 af þessi rest í að auglýsa þetta á Facebook og Instagram, sem hann gerði. Og fyrsta daginn þá þénaði hann $64 í gegnum þessa síðu. En málið er það að sagan í rauninni nær ekki lengra heldur en þetta. Þú veist, bara samkvæmt þráðunum hjá honum. En það er í rauninni ekki það sem skiptir máli í þessu, vegna þess að það sem gerist er að DM-in hjá honum sprungu á Twitter þegar hann byrjaði að auglýsa þetta. Og það sem gerist er að hann tekur við fjármagni fyrir eignarhluti í fyrirtækinu, basically bara fyrir fundraise, og eftir fyrsta daginn var hann búinn að safna $379 í fjárfestingu og síðustu viðskiptin sem fóru fram voru upp á $500 fyrir 2% af fyrirtækinu, sem gefur verðmat upp á $25,000. Það er bara 3,5 milljón íslenskar króna og nú verður þetta gengi. Og þannig er hann á bara 1-2 dögum búinn að skapa 3,5 milljón króna virði, þannig séð, á blaði fyrir $100 fjárfestingu. Og hann eyddi ekki einu sinni öllum $100, Og síðan er náttúrulega up and running ennþá og þú veist, það sem mun gerast núna, þetta er væntanlega bara eitthvað svona passive income dæmi sem hann mallar hjá honum. Því hann er bara með reffana að inni. En hann tók það vissulega fram að hann væri farin að einbeita sér á öðrum verkefnum og ekkert búinn að vera að blogga þetta. Veistu hvað léni sig gæja á? Nei. Fringe.is. Hver? Sami. Jackson Greathouse, ég að spjalla við hann á LinkedIn. Já, það á hann það? Já, okay. Hann var með frá jún 2019 til 2021, co-founder Fringe.is. Já, ok. Er það þá ekki með Fringe.com, vantilega? Hann er að stofna alls konar einhverja svona... Já, þetta er bara einhver braskari. Já, þetta er braskari, en ég vildi bara svona... Þetta er skemmtilegt. Ég vildi bara gefa þetta use case, eins og ég segi, þetta varð ekki eins successful í vildi, en á sama tíma þá er þetta bara ennþá mallandi og það má líta á þetta sem bara tekjustreymi. Ég meina, fyrsta daginn $64, og gerir það sem 30, þá ertu bara komið með fínustu innkomi á mánuði, skilur og hann þarf ekkert að hreyfa við þessu, eins og staðinu núna. Þannig að hér er bara frábært use case fyrir fólk sem vill prófa að nota GPT-in. Þú veist, það er bara logo, heimasíða og hugmynd sem að GPT-in gefur og allt fyrir $80. Og ég hvet bara alla til að prófa þetta. Það er reyndar, ég sá eitt ágætlega gott use case fyrir því að fyrirtæki sé að banna þetta. Já. Maður hugsaði bara, djúvilega það er fáránlegt út af því að tökum bara starfsmann sem er bara, ég þarf að búið til marketingplan fyrir bara swap. En hann lætur GPT búið til 9 mánaða schedule og jari, gerir það á núleitni. En í skilmálunum þá á ChatGPT þú að treyna sig á öllum upplýsingum sem þú lætur að fá. Það er máli, sko. Þannig að þú þarft líka að passa að ef þú ert starfsmaður fyrirtækis ekki að vera að gefa því trúnaðar upplýsingar. En svona heilt yfir byrjaði að spjalla við þetta. Það er kona sem gerir þetta sem er rithöfundur. Já, hún fítaði bara fyrsta kaplan úr bókinni sinni, hún skrifaði hann bara sjálf,
setti henni gerfugreindina og það var allt vitlaust á netinu því að nú er hún búin að missa höfundaréttin því að ChatGPT áskilur sér allar rétt af öllu sem er sett ég hef einmitt hugsað þetta og til að vera að tala með svo auðvelt að skrifa en það er samt líka þannig að þau eiga höfundarétt eða öllu sem er fyrir út frá sig sko, þannig að maður þarf að passa sig Algjörlega, en eins og ég segi, þetta er komið með $25,000 valuation með að við síðustu viðskipti þannig að þannig eru $100 orðir á 25.000 on paper, eins og við segjum en hann er allan að búin að reisa $1,380 tæpum. Þetta er bara staðan. Já, það er staðan. Og munið krakkar, eins og við segjum hérna í Seðlabanka Kópavogs, ekki gera skúrugi nema að vera tilbúin að vera skotin. Já, látið þetta vera lokaorðin í dag og við þökkum ykkur kærlega fyrir og verðum með ykkur aftur næsta þriðjudag, verið sæl.